Gæði húsnæðis eru mismunandi og fegurð húsa sannarlega ólík eins og nú verið að skrifa bækur Nú hljóðvist líka heilsufarsmál en hefur verið svolítið olnboga barn að því leitt hefur verið í ljós hér á samstöðinni með nokkrum þáttum sem hafa fjallað hljóð og hávaða. Vinnuaðstæður í leikskólum eru sjaldnast umfjöllunarefni, þær eru líka mjög mismunandi og hljóðvist barna og starfsfólks í leikskólanum hún eitt þeirra atriða sem virðist í misgóðu lagi. En fyrir skemmstu voru veitt verðlaun, íslensku hljóðvistarverðlaunin í flokki leikskóla og það var leikskólinn Aldan á Hvolsvelli sem fékk gullið og mig langar að kynnast því hvernig maður býr til góðar hljóðaðstæður og einbra kannski aðeins á því sem ég nefndi fyrr í inngangnum. Það eru komin hingað tveir góðir gestir. Magnús Skúlason og þú ert formaður dómnefndar sem úrskurðaði þarna í þessari hljóðvistarsamkeppni leikskóla. Þú ert arkitekt, vertu velkomin. Já, takk. Og svo Kristín Ómarsdóttir, þú ert verkfræðingur formaður Íslenska hljóðvistarfélagsins og það ekki rétt skilið hjá mér að þú varst sem sagt hljóðhönnuður þessa leikskóla sem hefur nú verið verðlaunaður. Já, passar. Einmitt. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Ég veit ekki hvort ykkar vill byrja á að bregðast við þessari spurningu þeirri fyrstu en sem sagt hvernig getur maður án þess að kostnaður fara úr böndunum búið til góða hljóðvist á leikskóla? Það eru til staðlar sem við förum eftir með hljóðhönnun leikskóla. Já. Og þá er það semst íslenski hljóðvistarstaðlinn IST 45 sem farið eftir og byggingarreglugerð vísar til. Það þarf semst að uppfylla viðmið ómtímalengd í leikskólarýmum, hljóðeinangrun á milli rýma, högghljóðstig á milli rýma, hljóðstig frá tæknibúnaði og svo náttúrulega hávaði frá umferð sem þarf að vera innan marka og hávaði frá flugumferð og annarri bara atvinnustarfsemi. Þannig að þetta eru margir þættir sem þarf að taka tillit til og þurfa að vera í lagi til þess að skapa viðunandi umhverfi fyrir börnin. Og húsin okkar eru náttúrulega, leikskólahúsin eru náttúrulega út allt land byggð á mismunandi tímum. Já. Sum eru sannlega börn síns tíma. Ætli það sé ekki mjög mismunandi hve vel hugað að þessu í leikskólum landsins? Alveg vissulega og það voru ekki sett þessi föstu viðmiðum hljóðvist fyrir en byggingarreglugerð frá 2012 tók gildi og þá tók í leiðinni gildi þessi staðall IST 45. Það voru reyndar einhver viðmið hljóðvist í skólum og leikskólum fyrir byggingarreglugerðum en þau voru ekki eins ítarlega svona yfirgripsmikil eins og eftir að staðallinn tók gildi með byggingarreglugerð 2012. En með upptöku nýrra staðla hefur þá þurft að breyta eldri húsum til þess að svara kalli samtímans? Það eitthvað sem gert töluvert af. Að það skoðu hljóðvist í eldri bæði leikskólum og grunnskólum og farið í úrbætur í hljóðvist og þá oftast sem sagt ómtímalengd í rýmum, hljóðvist innan rýma sem hefur verið að bæta. Já. Og kostar það meira að hljóðhanna hús svo vel megi vera heldur en að gera það ekki? Það kostar meira að bæta úr því eftir á. Já. Og það að vera með hljóðvistin í lagi getur líka skilað sparnaði í bara færir fjarvistum starfsfólks til dæmis og
hljóðvistin hefur áhrif á heilsu fólks, bæði starfsfólks og barna í leikskólum. Ertu sammála því að hljóðvist sé búið að vera svolítið olnbogabarn? Hljóðvist hefur svona oft fengið athygli en oft virðist hún alveg gleymast og oft hljóðvist það fyrsta sem er kannski skorið niður í sparnaði á framkvæmdatíma og í byggingu á nýjum húsum og svo þarf að bæta úr því eftir á og þá kemur kostnaðurinn meiri tilbaka. Já. Þú myndist á heilsu starfsfólks og heilsa leikskólabarnanna hlýtur að einhverju leyti að líka draga dám af því umhverju sem við búum þeim þannig og Íslendingar náttúrulega frægir fyrir að við erum með börn alveg ótrúlega lengi á leikskólum, stóran hluta dagsins. Já, vissulega. Hljóðvist hefur áhrif á heyrn starfsfólks og barna, það hefur áhrif á athygli, líðan, streitu, bæði á börnum og starfsfólki og já, það er bara ýmisleg svona heilsufarslega áhrif sem að slæm hljóðvist getur valdið. Þannig að þetta er stórt hagsmunamál. Það er það. Já. Þegar þú hljóðhanaðir ölduna þennan leikskóla á Hvolsvelli, hvað margar síðan? Það eru nokkur ár síðan, ætlaði að segja ekki 5-6 ár síðan, eitthvað svo leiðis. Já. Og þá ætla ég að víkja sögunni að þér, Magnús. Hvað var það við þennan leikskóla sem að var svo gott að þú og félagar þínir í dómnefndinni verðlaunuðu það með gullinu? Já, það voru svona nokkur atriði. Við mældum nú endurómstíman sem þarf að vera innan ákveðna marka og síðan var svona hljóðstíð líka mælt sem má heldur ekki fara yfir ákveðin mörk. Nú svo var hvernig hljóð ferðast milli rýma og hvernig hljóði ferðast innan rýmisins, hvernig krókar rýmisins gátu verið svona þægilegir í veru þó þetta væri opið svæði. Nú svo ræddum við við starfsfólkið og könnuðum ánægju starfsfólksins sem kom í ljós að var mjög mikil og fjarvera vegna veikinda hún var mjög lítil, hafði gjörbreyst frá því að fólk starfaði á öðrum stað, í öðru húsnæði. Og telurðu þið geta sett fingur á að það megi þakka það betri hljóðvist? Það er bara hljóðvistinn, það var alveg greinlegt og hljóðeinangrun milli rýma líka, þar sem maður þarf að halda milli gangs, umferðarleiða og leikstofana. Og svo var það líka þessi sjónræna greining sem var hvernig lausnirnar falla inn í húsið, arkitektúr húsins, sem er líka mjög mikið atriði. Þetta sé ekki eins og einhver eftir á skýring, eftir á aðgerð. Þannig að þetta var svona kannski það megin atriðin og svo náttúrulega þessi tilfinning sem maður fær þegar maður tekur þetta svona saman, hún saminar það er þessi upplifun sem maður fær þegar maður er í rýminu og innan börnin og starfsfólkið og fær maður ákveðna upplifun hvernig hljóðið verkar á mann líka uppið sér frá þessum mælingum og allt þetta samanlagt það verður til þess að maður ber þetta síðan saman við hinna staðina sem við vorum að skoða og þá kom þetta í ljós að þessi starfsvettvangur þessi leikskóli hann bar af á okkar mati. Hann bar af? Þó var þarna annar leikskóli sem slagaði svona upp í en þetta var svona áberandi samt besti leikskólinn sem við skoðum. Og hinn byggingin sem slagaði upp í er það líka frekar nýlegt húsnæði eða? Það var líka nýtt húsnæði. Já.
Svo var hérna gamalt húsnæði líka sem sko líka með leikskóli sem að ég og félagi minn teiknaði fyrir þó nokkrum árum og það verður nú að viðurkennast að það var hljóðvistin ekki alveg eins góð, ekki nógu góð en ánægir starfsfólk var nú ansi mikil samt sem ára og það var vegna þess hvernig rýmin voru skipulöð. En já, þetta svona kannski það helsta. Já, sko það náttúrulega hávaði í leikskólabörnum, er það ekki? Já. Jú. Þannig að til dæmis bara fjöldi barna í hverju rými skiptir líka miklu máli. Já. Það er náttúrulega getur skipt sköpum að það sé ekki á margir í rýminu, sko. En leið þá reynir svo mikið á hljóðvistin og þessar aðgerðir jáfnvel þegar fjöldin eykst, ekki sant? Jú, vissulega. En það var sem var eftirtektarvert þarna, það var hægt að vera með krakka þarna í einhverjum krók og það var hægt að ganga þarna framhjá og það var hægt að vera með krakk í öðrum krók og það heyrist ekkert mikið á milli, sko. Og það er þetta sem að gerir þetta að góðri hljóðvist þegar svona er búið. Við erum jafnvel með sko tónlistarskóla á þar sem nemendur á framhaldsstígi í aðal konsertsalunum verða fyrir mjög miklu hljóðmengun af börnum sem eru að æfa sig á önnur hljóðfæri bara í næstu herbyrgjum. Já, það gengur ekki upp, sko. Nei, og þetta er svona, en svo erum við líka með til dæmis freka nýjan tónlistarskóla eins og tónlistarskólan í Garðabæ þar sem að bara er allt saman, það er bara vakuumpakkað ef þú spilar þar í salnum þá heyrir ekki neitt í umhverfinu þannig að kannski, já, ég nefnum þetta bara svona sem dæmi af því þetta er umhverfi sem ég þekki. Já. En sko hverjir gátu tekið þátt í þessari keppni? Eru það fyrst og fremst leikskólar sem að vita hljóðið hjá þeim er gott sem sendi inn umsókn eða... Já, ég skal segja frá aðdragandunum aðeins. Sem sagt, Íslenska hljóðvistafélagið, það er fagfélag innan verkfræðingafélagsins og þetta er í annað skipti sem að við veitum þessi hljóðvistaverðlaun og síðast, það var fyrir 3 árum þá voru veitt verðlaun fyrir hljóðvist á veitingastöðum. Þá var það Hótel Sigló sem að fékk verðlaunin og síðan þá ákváðum við semst nýjan flokk að einbeita okkur þá á leikskólum næst og þá fór stjórn félagsins í að leita tilnefninga og það var leita til sveitafélaga og það var leita til félags leikskólakennara og það bárust nokkrar tilnefningar á ég kannski nefna þá leikskóla sem að fengu tilnefningar. Það var semst Álfaheiði í Kópavogi, Helgafellsskóli í Mosfellsbæ, Sólborg í Reykjavík, Langholt í Reykjavík, Aldan á Hvolsvelli og Álfaborg í Reykholti. Og við fengum reyndar svona ábendingu að við hefum mátt leita tilnefninga víðar. Að sem sagt... Þetta er alltaf á ákveðnu landsvæði eða hvað? Við vorum með við vorum með 2 leikskóla á Suðurlandinu en restin var í bænum. Engin á Vestfjörðum, Norrlandi og Austurlandi í þessari búli. En við hefðum mátt hafa þetta einhvern veginn meira opinbert að leita tilnefninga víðar heldur en að en svo þegar það voru komnar þessar tilnefningar þá fór dómnefndin sem er þá skipuð Magnúsi og svo Bergþóru Kristins sem er hjá Vegagerðinni og Sigurður Einars hjá Vinnueftirlitinu og þau ekkert þeirra er hljóðhönnur þannig að þetta er alveg og dómnefndin starfar alveg óháð því óháð félaginu og þau heimsóttu þessar leikskóla og tóku þá alla út og völdu svo.
Gerðu það einu rykk, tókuð breytdag í þetta? Leininni, það fóru mismunandi dagar í þetta. Já. Mjög, ég var að segja að þetta var mjög skemmtilegt verkefni að koma í þessa leikskóla. Já. Og ég var að segja líka að þó kannski að þessar mælingar í sjálfu sér sem að Sigurður Einarsson sá því hann hjá Vinnueftirlitinu og með þessar græjur og svona að samt sem á var alveg gríðalegu munur á að upplifa hljóðvistina þrátt fyrir svona að það mælingarna sýndu svona frekar hagstæðan árangur sko. Það var til dæmis einn af leikskólum þannig að það var ekki bara líft þarna fann maður fljótt og það var mikil óánægja á starfsfólki og við beðum sérstaklega að forðast að veita allar viðurkenningar og þetta þannig að þetta getur skipst algjörlega svona í tvö horn, það var aldrei merkilegt. Og andlegu áhrifin meiri á þessu kannski heldur en við gerum okkur grein fyrir eða eitthvað. Andlegu áhrifin eru kannski meiri af vondri hljóðvist en við allar alveg sérstaklega. Og það líka eitthvað við hljóðvist að það eru ekkert margir sem að kannski átta sig á því að það sé slæm hljóðvist sem að valda einhverju vanlíðan. Maður áttar sig á því þegar maður eldist. Ég nýkomin á þann aldur að það eitthvað sem að breytast hérna í eyrunum á mér og ég var ekki neinu vandræðum áður með að greina eina rödd í klið margra en nú rennur ansi margt saman og ég pæli alltaf meir og meir í þú kannski kannast við þetta? Ég kannast við það, já. En við mættum gjarnan huga að því áður en við reskjumst. Þetta betur. Þessum málaflokki. Já. En sko, hérna, sannarlega, af því hér hefur stundum staðið fyrir umræðu hljóð og hávaða og hljóðvist og hérna, ég spurði áðan hvort þetta væri olnbogabarn því að það hefur komið fram í röddum sumra viðmælenda minna. Sem sagt þessu átaki þessu framtaki þíns félags því ætlað að svona auka skilning og meðvitund og draga athyglina að þessum málaflokki vítt og breytt ekki bara í þetta skipti sem var það leikskólana heldur þegar það horfa lengra. Já, vissulega. Við erum að nota þetta sem tækifæri til þess að beina athyglina að því þegar vel gert með hljóðvist. Og eins og með þennan leikskóla Ölduna á Hvolsvelli að þar sem sagt sveitarfélagið sem á hróskilið að þar var ákveðið að gera mjög vel í hljóðvist í hönnun leikskólans og þar miðað við semst herri gæðaflokk á hljóðvist heldur en lágmarkskröfur en það kostar meira en það skilar sér þá líka í miklu betra umhverfi fyrir starfsfólki og börnin. En við erum líka að horfa fram á veginn með þessi hljóðvistaverðlaun og við ætlum að halda þessu áfram og stefnum á að veita þau aftur eftir 2 ár en það liggur ekki alveg fyrir hvaða flokkur bygginga verður valinn þá. Nei, en það semst eins og sagt úr íþróttamáli það mikið tækifæri til bætingar í þessum efnum. Já, vissulega og það má tala lengi um það sem að betur mætti gera í hljóðvistinni og þess vegna líka gott að bara geta að tala stundum það sem að mjög vel gert og hefur heppnast vel. Já, einmitt. En við má bæta við sko, þetta ótrúlegt hvað peningar geta sparast á góðri hljóðvist. Já. Bara vegna starfsfólks. Einmitt. Það sýnir sig að fjarvist eru miklu algengar þar sem að hljóðvistin verið. Það bara greinlega komið í ljós. Þetta sparast, þó þetta kosti eitthvað ekstra sem ekki svo mikið eins og Kristín sagði ef þetta fylgir hönnuninni það miklu dýrar að koma þarna eftir og mér langar aðeins að bæta því við hérna í sambandi við veitingahúsin að það alveg skelfileg hljóðvist oft í veitingahúsum og það hafa komið til manns veitingamenn sem alveg í öngu sínum yfir að hafa ekki
sinnt þessu þegar var verið að innrétta veitingahúsin. Síðan kannski búið að gera þannig ráðstafanir í interiorinu að það er mjög erfitt vik, búið að setja alls konar ljós í loft og þess að það er miklu erfiðar að koma með eftir á aðgerðir. En sko, það er að þið hefur ekki verið að hugsa fyrir þessu í upphafi, sko, þegar verið að innrétta. Nú er eitt háaðar yfirliti komið hálfa leið með, nú við erum svo að vera vitna því að Reykjavíkurflugvöllur verður væntanlega á sínu stað. Einhver áratugi í viðbót. Samanber samgönguáætlun og hvernig hún var kynnt hjá Kristrúnu Frostadóttur daginn og það búið að stofna einhver samtök hóps íbúa sem er mjög ósáttur og talar stóraukið einkaflug á Reykjavíkurflugvelli og svona og maður heyrir ennþá bara hætti þessu helvítsvæli. Maður heyrir svolítið það viðhorf. Einmitt. Já, sko, ég hef ákveðnar skoðanir á flugvellinum. Sko, ég lít á flugvellin sem nauðsynlega samgöngumiðstöð fyrir landið. Já. Þannig að staðsetningin er hárrétt. Nákvæmlega eins og flugvellurinn í London, London City Airport til dæmis sem er inn í miðri borg og Tempelhof flugvöllur sem var nú lagður niður í Berlín. Þetta er ígildi svona jafnbrautar samgangna fyrir okkur sem við með engar samgangur, þannig að hann er hárrétt staðsettur. Það hefur kannski mátt minnka eitthvað með tímanum kannski, en það sem kannski er að trufla fólk, það er ekki innanlandsflugið, það er kennsluflugið. Og ég hef nú sjálfur búið þarna í flugleiðinni í Þingholtunum, akkurat þar sem að flugvöldar fara fram hjá eldhúsglugganum hjá okkur. Og ég gat séð konunum mína hvað hann var að gera þegar ég var að lenda þarna og komandi úr vinnuferð. En það er fyrst og fremst kennsluflugið og einkaflugið með hljóðkútslausum litlum vélum sem er að sveima yfir borginu, sko. Það er það sem er truflandi og það þarf að fara eitthvað annað. En áætlunarflugið, það er ekki svo ekki mikil hávaða því, það er hins vegar hægt að beina innanlandsfluginu miklu meira inn á austur-vesturbrautina en gert hefur verið. Flugstjórar hafa nánast ráðið hvaða braut er notað. Og þeir eiga ekkert að þurfa að vera fljúga yfir miðbæinn nema að vindáttir krefjast þess. Þannig að þetta vil ég nú segja flugvallamáli, sko. Ég er alveg sammála því að ef að kennsluflugið og einkaflugvélar og einkaþyrluflug, ef að bara þessir rekstra þættir yrðu fluttir á annan hendur í flugvöll, að þá yrði strax mun skárra ástand við og í kringum Reykjavíkur flugvöll þótt að það myndi halda áfram að áætlunarflug og sjúkraflug og þannig. En ég nefndi áðan að gæði húsnæðis eru mismunandi og við erum svona mest að tala magn húsnæðis frekar en gæði, ekki satt? Nákvæmlega. Og sko fegurð er orð sem að kannski mætti koma oftar fyrir eða hvað. Nú er hann Andri Snær búinn að skrifa bók sem hann kallar Jötunstein og ívist þar upp svona nokkur að missera löng deila það hvort Reykjavík er að verða ljót borg og fleira. Ertu búinn að lesa þessa bók, Magnús? Já. Góð bók? Ég er mjög ánægð með þessa bók. Gott innlegg inn í þessa umræðu í dag, sko. Já. Það sem byggðin er vægast sagt að verða ansi ljót. Þér finnst það? Sem arkitekt? Og sem arkitekt finnst mér við þurfum að huga okkar lífi vandlega. Í fyrsta lagi byggðin alltaf há og veldur miklu skuggavarpi. Byggingarstíllinn er eitthvað sem að maður skilur ekki. Það er svona byggingarstíll eins og reyndar Andri Snær bendir á í þessari bók. Alltaf byggingarstíll í gegnum aldirnar, hann hafði einhverja hugmyndir á bakvið sig. Modernismin líka.
fór mjög vel á stað að mörgu leyti, svo hefur ræst mjög illa úr honum. En í dag þetta eiginlega óskeiðanlegur stíll sem að vera að byggja eftir og eitthvað það að kenna byggingar yfirvöldum sem að hafa til og með heimta það að allt sé í einhverjum mismunandi litum, bursið frá formi til að brjóta niður mælikvarðan, eins og við þekkjum til svo Nýhöfnin í Kaupmannahöfn, göflunum öllum í Amsterdam, þorpum í fallegum þorpum á Ítalíu svona, þar sem allt eðlilega brotið niður, en hérna verið að brjóta eitthvað niður með einhverju mislutu blikki eða þverliggjandi bárujárni, eða kannski áli mest kannski, og þetta einhver stíll sem að manni hugnast ekki. Með þessari húsahæð og dimmum götum þá myndast eitthvað rými sem er mjög óvinsamlegt manneskjunir. Hún þrýst ekkert í einhverjum skugga og vindi, sérstaklega ekki á þessum slóðum, norðurslóðum, þar sem að sólin er miklu lægra á loft en bara til þess við Kaupmannahöfn. Þannig að það sem er svo mikilvægt manneskjur, það er náttúrulega fyrir utan hljóðið, að það sé hljóðvistið sé nú í lagi, þá er það birtan sé nægilega, sólarbirta og dagsbirta. Það sé ekki verið að byggja fyrir sól og birtu. Það sem verið að gera það húsin verður há. Þau ekkert að vera meiri svona 4 hæðir þar sem að efsta hæðin er indregin. Og svo vantar okkur fullt að bara lárir í þéttibyrði, svo raðhús sem er fyrir fjölskyldufólk, þar sem börnin geta leikið sér út í garði og svona og svo framvegis. Hvers vegna heldur okkur hafi borið svona leið? Ja, það er nú eitt sem að verist vera stjórnlaust, það er í sambandi við skipulagsmálin. Þá er það svo að sveitarfélag sem á að gera skipulag, það lætur oft fjármagnseigendur eða jafnvel sem kallum jafnvel braskara koma með skipulagstillögur þar sem þeir biðja náttúrulega það allra mesta og versta sem hægt er að hugsa sér. Og í staðan fyrir að þeir, altså sveitarfélag á að gera deiliskipulagið. Og sveitarfélag ætti að vera með stefnu. Við erum með stefnu þar og til heilla fyrir almenning, en ekki fyrir einhverja byggjendur sem hugsa bara að byggja nógu stórt og mikið og græða nógu mikið. Þannig að þannig að það eru fjármagnseigendur og verktakar sem hafa ráðið algjörlega ferðinni. Og verður framsal áhrifa eða valda. Já, það er framsal. Frá miðstýrðu valdi sem á að hafa stefnu yfir til verktakana og braskara. Já, það er sem sagt skipulagsyfirvöld sveitarfélags eiga að sinna skipulagi með almannaheill í huga. En nú fer það saman að græða sem mest á byggingum hjá sveitarfélaginu, sérstaklega Reykjavík, græða sem mest alveg eins og verktakarnir, þannig að það fara saman hagsmunir verktakana að byggja sem mest og sveitarfélagsins, vegna þess að það fóða meir í kassa. Þetta er alránt og það var að segjast alveg svo að þetta versnaði þegar vinstri menn tóku yfir stjórn Reykjavíkur 1994 þegar Reykjavíkurlistin leysir íhaldið á Hólmi. Og það keyrði alveg þverbak aldamótin, sérstaklega þarna upp á aldamótunum 2003 þegar skipulagssjóður var stofnaður í Reykjavík til að sjá betri samskipti við verktaka, slá saman lóðum, þannig að það var hægt að byggja meira og rífa meira húsum og þess aftar. Þannig að þetta er eitt af vandanum að sveitarfélagi standi ekki í lappirnar gegn fjármagnseigendum og verktökum sem vilja græða sem mest og sveitarfélagi sjá ekki að gæta almanna hagsmuna. Til að sjá húsið sem er að rísa núna við Skúlagötu upp í 17 hæðir. Ég meina, svona á ekki að þurfa að gerast. Sveitarfélagi á að geta að trappa svona niður. En ástæðan segir sveitarfélagir er það að heimildir, byggingaheimildir eða skipulagsheimildir hafa sem eru til staðar út á þá röngu skipulagi eru það miklar, þar að segja byggingamagn sem á byggja er það mikið og deiliskipulag virðist ekki hafa nema
hafa sko gildi endalust, það er engin tímalengd á deiliskipulag, það hefur ekki tekist að koma því í lög. Þannig að þessar heimildir eru alltaf til staðar að mati sveitarfélagsins. Meðan það er bara ekki rétt að segja sem svo að ákvarðanir sem hafa verið teknar skipulag fyrir kannski 20 árum að það er að gilda í dag. Það eru komin önnur sjónarmið og þá ber bara alveg svo í sambandi við ákvarðanir samkvæmt stjórnsýslulögum. Það er hægt að vinda ofan að þeim og það er gert ráð fyrir þeim eins og í lögunum að það sé skoða upp á nýtt. Auðvitað á að skoða skipulag upp á nýtt. Þessar heimildir eru ekkert eilífar, það er bara misskilningur. Það er ekki rétt að meta það svo og þess vegna þurfa að byggja svona eins og núna við Skúlagötuna. Eða núna eins og sem er að gerast núna í Vesturhöfninni sem er stórslis, það er að byggja þar upp í 4-5 hæðir við hliðina á gamla Vesturbænum. Það er náttúrulega ekkert annað en stórslis. Og þá er þessu umkennt að heimildirna séu svo miklar að það kosti svo mikið að trappa þær niður. Þetta er svona í hnotskurð sem er að gera. Já, þetta er mikið umhugsunarefni. Vilt þú stíga inn í þetta? Já, eitt sem ég myndi vilja nefna er að sko með alla þessa þéttingu byggðar til dæmis að í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar að þar er varla minnst á hljóðvist eða hávaða og þetta efni umferðarhávaði, flughávaði þetta er eins og þetta hafi einhvern veginn eins og þessu hafi verið ýtt út úr svona bara stefnumálum hjá borginni allavega. Já, það er hvorki hljóðvist né birtu skilið sem hafa verið nægilega skilgrunn. Já, það er rétt. Ég vann á Fréttablaðinu á Hafnartorgi, Kalkópsvegi, held ég að heitið sko, og það niður í bæ, við Lækjargötuna og ég tók eftir því þegar ég vann þar og maður fór út á Svalir að það var mjög dimmt og þröngt þarna í íbúðarbyggðinni við hliðina sko, og svona meiri skuggar og já, þetta var allt sem að þrengra heldur en mér fannst að væri í lagi. Það er margir sem tala að þeir svona, jú, var þarna og þetta, en samt er eins og það hafi ekki verið barið í borðið sem skildi. Nei. Hvernig getum við undið ofan að þessu við náttúrulega kannski breytum ekki því sem þegar er komið upp en einhvern veginn hljótu að geta komið í veg fyrir frekari stórslis eða hvað? Sko, ef náttúrulega eigum að læra af mistökum en það verðist ekki vera vegna þess að það er bara því miður, það eru fjármagnsöflin sem að taka bara völdin og svo eru skipulagsyfirvöldin sem að gefa alltaf eftir. Þarna átti til þess ekki vera nema 5 hæða byggð maximum en hún er samt all 6 hæðir. Hvernig stendur á því? Fyrir utan það að salarhæði hefur náttúrulega verið að vaxa þannig að hæðir húsataldar sko í hæðum eru ekki endilega marktækar heldur að því að salarhæðin er orðin miklu meiri. Hann og nýlegt rifrildi skammt frá Skaftafelli tókuð ekki eftir þeirri deilu þar sem að einhver heldur í fram á hús sem eru 2 hæða séu bara 1 hæð. Jú. Það var þetta ásannlegt. Þá getur 1 hæð bara verið 6 metrar sko. Þegar maður talaði hér hæðir áður fyrir það var það svona cirka 3 metrar salarhæð. En ég nefndi orðið fegurð áðan og við höfum kannski ekki beint talað hana en þú ert svona óbeint að tala um fegurðina. Er ekki tísku að ræða hið ómælanlega, hið fagurfræðilega? Nei, það er sko nú byrja fólk að tala fegurðina hérna upp úr aldamótunum, ekki síðustu aldamótunum heldur þar áður. Óskar Wilde og fleiri sem hafa þar forgöngu og skáldin og fleiri. Hvað fegur væri nauðsynlega manneskjunni. Og það voru oft verið talað það í arkitektúrnum að byggingarlistinni gegnum árin. En nú er það bara einhver bannorð að nánast að tala fegurð eða ljótleika. Það er að við nú vonda að einhvern tímann hafa slíku orðfallið frá mér sko í sjónvarpsviðtali og ég fekk miklar ákúrur fyrir að það segja bara eitthvað væri bara hreinlega ljótt. Af hverju máttirðu það ekki? Götumynd á hvernig staði.
Hvernig voru ákúrurnar rökstuddar? Það voru ekkert rökstuddar. Nei, þetta er bara eitthvað sem maður mætti ekki segja. Ég bara verð að segja að það er ekkert annað orðið. Sko, andstæðan við fegur er ljótleiki, ekki sant? Það er það frá milli náttúrulega. En svo hluti af fegur er líka hvernig manni líður og þá komum við aftur að hljóðinu og birtu. Þetta er hluti af fegurðinni í umhverfinu. Þetta tvennt líka. Það er ekki bara sjónræn fegur, það er líka þessi svona ósnertaleg fegur sem er hljóð og birta. Já. Er ekki líka sko, það er allir hrættir að tjá sig með gaggrínum hætti af því að þú óttast að fá einhvern pólitískan stimpil og ef þú færið einhvern pólitískan stimpil eða einhvern stimpil þá kannski þykir síður fýsilegur til þess að fá einhver gig, til þess að fá vinnu, til þess að halda áfram að vinna þar sem þú starfar. Við búum náttúrulega í leiðinda þöggunar samfélagi þar sem að gaggríni hefur bara ekkert verið vel séð. Nei, þetta þekki ég mæta vel. Já. Og mér get nú upplýst það að ég frétti það nýlega innan úr Íslenska arkitektaskóla í Listaháskóla Íslands að þar veigra nemendur sér við að hafa skoðun á skipulagi og byggingum af ótta við það að eftir þeim verið tekið af verktökum og þeir fá ekki kannski verkefni þegar útskrifast. Þetta er dálítið makalaust og verktakar hafa verið að kosta veislur og einhverja ásatíð hjá arkitektanemum til dæmis. Börn verktaka hafa verið að læra arkitektur og þetta er náttúrulega með ólíkjendum að þetta er rétt og ég hef nokkuð traustar heimildir fyrir þessu. Já, og ég hef mjög traustari heimildi fyrir því að fræðimenn við Háskóla Íslands þeir sussa stundum á nemendur sína þegar á að taka fyrir gaggrínið umfjöllunarefni, rannsóknarefni í lokaritgerðum. Mér leiti til þess að ef þeir fjallu þetta, þá kunni þá að áhrif á möguleika þeirra á vinnumarkaði. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega eitt sem er eftirtektarvert og það er að arkitektar sem fagaðilar, þeir ættu náttúrulega að fjalla málefnalega það sem er að gerast í okkar byggð. En það hefur aldrei nánast heyrt neitt í okkar félagi, fagfélagi. Og tengist afkomu ótta eða afkomu áhrifum. Fyrir störa. Er þetta ekki líka svona í þínu gera? Já, ekki svona það skal segja. Líklega ekki svona slæmt. Ég hef nú ekki neinar svona, já, hvað ég að segja? Þér fæst tungaðan tönn. Já, en ég vildi reyndar nefna það að sko mér finnst sorglegt hvað hljóðvist og bara umfjöllunum fyrir háfaða hefur einhvern veginn horfið mikið úr svona umræðum skipulag og þéttingu byggðar. Við erum með reglugerð háfaða og samkvæmt þessari reglugerð þá átti Umhverfisstofnun í samstarfi við Skipulagsstofnun að gefa út leiðbeiningar meðferð á háfaða í skipulagi. En þessar leiðbeiningar hafa aldrei verið gefnar út og í reglugerð háfaða þá er gefin svona kostur á fráviki frá viðmiðunarmerkum. Við erum með viðmið hversu hár umferðarhávaði má vera við byggingar, við íbúðir og fleiri gerðir bygginga, en það er gefin kostur á fráviki sem að virðist oftar en ekki vera bara nota sem sjálfkrafa. Að frávikið er þá sjálfkrafa það sem er notað í staðin fyrir að nota viðmiðunargildin sjálf sem að náttúrulega gefur mikið þá kost á meiri þéttingu að byggja nær umferðargötum og veldur því þá að íbúðir eru byggðar þar sem er ekki hægt að opna glugga til dæmis af því að umferðarhávaðin fyrir utan er bara allt of mikill. Hvað er langt síðan Umhverfisstofnun átt að gefa þetta út? Það eru sko reglugerð hávaði frá 2008 þannig að það eru 17 ár
síðan sérst reglugerðin hafa að koma út og leiðbeiningarnar hefðu átt að koma út þá bara á næstu árum og eftir. Það voru gefnar út leiðbeiningar hljóðvist í umhverfi barna í kjölfarið á að reglugerðin hafa frá 2008 var gefin út og þær leiðbeiningar voru gefnar út 2012 og það snýr aftur að hljóðvist í umhverfi barna. Það eru til góðar leiðbeiningar hljóðvist í leikskólum og grunnskólum sem að bæði hönnuðir og sveitafélög geta haft svona til hliðsjónar þegar það verið að huga þessum málaflokki. Stofnanir ríkisins eru að bregðast okkur alveg vinstri hægri. Það er bara mín skoðun, ég ætla ekki að láta ykkur taka þátt í því. En svo við skilum okkur heim bara svona rétt í lokin af því að þú nefndir hvað getur sparast mikið með færri veikindadögum starfsfólks ef við hugum vel að hljóðvist í leikskólum að bara líka ágætt að draga það fram hvað heilsa barnanna sjálfra og hvað við getum komið í veg fyrir margt tjónið hjá börnunum sem að hafa ekki málsvara get ekki borið hönd yfir höfuð sér eru kannski ekki einu sinni mikið færum að tjá sig bara að það er væntanlega alveg gríða er ómældur sparnaður af því að hljóðvist barnanna sé ekki slík að hafi neikvæð áhrif með þar til gerðum afleitum áhrifum mögulega alla tíð eða hvað? Það er bara ímynda sér barn sem hefur verið í leikskóla allan daginn eins og mörg börn eru á ákveðnum aldri. Ef að hljóðvistin er slæm þar, mikil hávaði sem barnið hefur tekið inn allan daginn, þá getur maður ímynda sér hvernig barnið er að kvöldi pirrað og þreytt hugsanlega og foreldrarinn til að ama náttúrulega þar með og sjálfur sér þannig að maður getur alveg bara séð það fyrir sér og það er mjög erfitt að mæla það við bara vitum það að það gengur ekki upp. Nei, einmitt. Það var kannski þetta líka sem þú voruð að hugsa því ákveða að verðlauna leikskóla og stofna til samkeppni með leikskóla. Já, og við sem að vinnum við hljóðráki við erum sammála það að hljóðvist er sérstaklega mikilvæg í umhverfi barna og það hafa rannsóknir sýnt fram á það að semst hávaði hefur meðal annars bara áhrif á námsgetu barna. Það hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að börn sem eru í skólum sem eru í nágrenni flugvalla, þetta er evrópsk rannsókn sem ég er að vísa til núna, að þau hafi minni námsgetu heldur en börn í skólum fjær flugvallum. Þá ertu búin að einangra allar aðrar breytur og bara þú situr uppi með þetta sem staðreynd. Já, það er vissulega fleiri þættir sem að hafa áhrif náttúrulega samsetning þjóðfélags hópa og eftir hverfum og allt það en þetta var semst það sem að skoða nálaði flugvelli og semst áhrif frá flughafa það var skýr niðurstaða að það hefði áhrif á námsgetu barna. Það segir sína sögu. Magnús, þú mátt eiga lokaorðin í umræðinu. Þegar ég vil aðeins tala varðandi flugvellina þá er náttúrulega núna von á að allt innanlandsflug verði rafvætt. Þannig að það stutt í miklu hljóðlátari vélar en áður hafa verið minni hávaði. Þannig að ég held að það sé nú pínlítið jákvætt. Ég myndi aðeins segja annað í sambandi við bílana okkar. Að nú eru rafmagnsbílar að verða svona allsráðandi en mikið af þessum bílum eru á nagladekkjum. Og þessir rafmagnsbílar eru helmingi þyngri en venjulegir bílar. Þannig hávaðin verður miklu meiri. Sérstaklega þegar það keyrt á nöglum. Og það er ekki hugsað það núna í neinum umferðarspám eða breyting á umferðarlögum að gera ráð fyrir að minnka notkun nagladekkja. Norðmenn leggja stóran skatt á nagladekk sem við höfum aldrei gert. Nagladekk eru bönnuð út alla Evrópu nema rétt á Norðurlöndum og það snjóa nú ansið duglega í Ölpunum og víða þar í kring og það er bara bannað að vera á nöglum
og það er ísing á fullt af vegum allra mið-Evrópu. Þannig að við þurfum aðeins að huga því hvað þessi nagladekk gera bara í samvætti við hávaða. Fyrir utan á það allt slitið og mengunar sem verður, þá er þetta gríðarlegur hávaðavaldur líka. Já, þetta nú bara efni í sérstakann þátt, sérstakann umræði. En við höfum farið víðan völl og það er nú mér að kenna. Ég bara, mér langaði til þess að útvíkka þess umræðin, en þetta er mjög þarft málefni og óska þér til hamingju sem hljóðhönnuði Öldunar á Hvolsvelli og takk fyrir að gegna þínum störfum og þakka ykkur báðum Magnús og Kristín að koma hingað að rauðaborðinu og ræða þessi mál á aðeins víðar í grunni kannski heldur en ég boðið ykkur til en það er búið að vera mjög forvitnilegt að heyra ykkar sjónarmið. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og ykkur hlustendum áhorfendum langar mig líka til þess að þakka fyrir að vera með okkur í kvöld. Minni ykkur á að það er hægt að deila efni okkar með ýmsum hætti ef ykkur líkar við það. Framgangur samstöðurinnar byggir svolítið á sýnileika og við búum ekki yfir fé til þess að auglýsa samstöðuna, þannig að þið þurfum kannski svolítið að taka þátt í þeirri vegferð okkar. Þið getið öll hort á allt efni samstöðurinnar sem við bæði útvörpum og sjónvörpum og sendt út á Facebook og YouTube og ég veit ekki hvað og hvað. Þið getið öll fylgst með því án þess að borga eina einustu krónu. En það segir sig sjálft að ef ekkert ykkar myndi styrkja okkur fjárhagslega þá værum við ekki í loftinu. Við erum með allstóran hóp áskrifenda eða styrktaraðila sem hafa farið inn á vefslóðuna samstöðin.is og hafa hakað þar við áskrift og skuldbinda sig til þess að greiða litlar 2750 krónur á mánuði sem stuðningsyfirlýsingu við það að við séum áfram í loftinu og við erum mjög þakklátt þeim hópi en hann mætti sannarlega enn stækka. Ef þér finnst rödd samstöðurinnar mikilvæg endilega styrktu samstöðuna með einum eða öðrum hætti og þá erum við að tala við bara ykkur sem erum aflögufær. En ég heiti Björn Þorláksson, þættinum er lokið í kvöld, verðum hér aftur á morgun, verðið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.